Þetta er Flatey á Breiðafirði og hér á þessari eyju á Íris heima. Íris er 7 ára gömul. Það er endanlega komið vor og æðarfuglinn er fann að setjast upp og gera sér hreiður. Hreiðurinn eru fóðruð með mjúkum dúni sem það reyta sjálfar úr bringunni. Það er mikið að gera hjá Írisi og yngri systur hennar Rán, en þær ætla að fara að tína æðardún fyrir ömmu sína. En hundurinn Kópur fær ekki að fara með. Stelpurnar nálgast nú fyrsta hreiðrið hægt og varlega. Íris fylgist með kollunni, en þó hún hafi farið af hreiðrinu veit hún þó að engin hætta er á ferðum. Íris og Rán taka eggin gætilega á hreiðrinu, þær vita alveg hvað þær eiga að gera og kunna handtökin við dúntínsluna. Æðardúnnin er það allra besta sem hægt er að fá til að setja í sængur. Fjaðrirnar eru alls settar litlum krókum þannig að dúnnin loðir vel saman leið og hann er fysléttur og ákaflega hlýr. Það verður að setja eggin fljótt aftur í hreiðrið þannig að þau kólni ekki of mikið. Dúninum er safnað í poka en ekki má taka nema hluta dúnsins úr hverju hreiðri, áður en fuglinn hefur ungað út og yfirgefið það. Dúnnin er hreinsaður í sérstakri dúnhreinsunarvél. Þar er hann hitaður og síðan fjarlægð úr honum öll óhreinindi. Það er afi sem sér dúnhreinsunina. Þegar hann er full hreinsaður fær amma hins vegar það hlutverk að setja hann í sænguver og búa til góða sæng. Þannig er öll fjölskyldan önnum kafin í kringum æðaræktina, sérstaklega á vorin. Á meðan stelpurnar láta líða dálítið úr sér eru kollurnar önnum kafnar við að koma sér fyrir á hreiðrunum. Þó að fari sér höndum hreiðrið, láta þær það engu skipta og eru fljótar að leggjast á eggin aftur. Pokinn er nú alveg að verða fullur þó ekki sé hann þungur að bera. Stelpurnar ætla þó að finna eitt hreiður í viðbót áður en þær hætta í dag. Ef til vill getur Íris séð hvort komnir séu ungar í eggin. Það er ekkert að sjá og kollan veit að það er enn of snemmt að gá að ungum. Amma er mjög ánægð með hvað þær hafa verið duglegar. Amma er reyndar alltaf ánægð með stelpurnar sínar. Mamma tekur pokann, takk. Kyrrð kemur nú yfir fólk og fuglabyggð. Íris kúrir undir dúnsænginni sinni og finnst eins og hún sé lítill æðarungi í hreiðri. Eða er hana bara að dreyma?